þegar fólk finnir á tattústofur og svona biðja bækurnar, þar eitthvað sem frændin ekki með ekki séð áður. Það líka skemmtileg, ég fór inn á hana Shamrock Social Club út í það sem Mark Mahoney á hana út í LA. Ég labbaði bara og valdi bara hvað vegnum, skilur. Mér finnst það en það gaman, vitið sögur til þess með Black and, þið eru Black and Grey artistar, en vitið hvernig það kemur? Úr fangilsunum alltaf mikið bara. Af hverju? Ég veit ekki. Nei. Sko málið bara þetta. Freddie McGrady sem kom til okkar. Ég hef hitt hann. Hittur hann kom inn á Rosti? Nei, ég hitt hann úti á stónum. Þeir eru og fleiri þarna, að þeir eru í fangelsunum í LA. Og svo er þannig að fangelsmála yfirvöld, því þá voru menn bara að grilla biblíuna og matarolju, voru með gítarstreng að gera bara svona útlínu tattoo. Og það var útlínu tattúin í fangelsunum og svo bara þetta old school, þú veist bara útlínur, rautt shading, gult shading, þú veist, blátt shading og svona eitthvað smá eitthvað. That's it. En svo er það þannig að fangelsmála yfirvöld í LA fá þá snilldarhugmynd sem náttúrulega algjörlega vanmetin, að þeir fá þá snilldarhugmynd að gefa föngum kassututæki til að róa menna þess niður og gefa þeim músík og svona indverska hugleiðslu tónlist og eitthvað svona og náttúrulega flúran horfir á þetta bara, og þaðan kemur fyrsta rótur í vélinn, því þeir rifu kasstæki sundur og þá gátu þeir byrjað að búa til shadingi og allt svoleiðis. Svo þegar að þessi menn losni í fangilsi 6-8 árum eftir þetta, þá fara þeir á stofun í LA og segja bara, hvað er þetta? Já, þú veist, þá voru menn alltaf svo kúlaði, sko, að þetta eru bara myndir hérna, þú veist ekki þetta og, þú veist, þetta er vinur mér sem gerði þetta, sko, þú veist þetta. Það bara, já, vinur sem gerði þetta. Veistu hvað gerði þetta? Já, ég gerði þetta. Menn bara, já, ég gerði þessar myndir að þessu indjána sem að uppi og allt þetta. Þú veist, þetta kemur þarna. Þannig að þetta er ótt, sko, takk fyrir kassutæki, sko, því að þá kom bara alveg ný stíll inn í þetta. Já, horfðu ekkert að gegja heimildamynd, ég man ekki hvað hann heitir, þá var að tala mikið Jack Rudy og Freddie og svona þetta, þennan tíma, skilur. Já, svo þetta, ég man ekki hvað hann heitir, það eru fleiri myndir, en það þarf að grafast í þeim á YouTube og þetta er ekki á Netflix. Nei, ég er svolítið hugfólkir að sögunni, sko, gömlu sögun, þannig að þetta kemur og af hverju gerðist þetta. Já, mér finnst það líka, eins og þú segir, þetta er rosa mikið plug and play núna. Þetta er það, ég hef svo gaman að hvaðan kemur þetta alls saman. Þetta er eins og að stúdera, vera tónlistarmaður og vera bara í iPadinu. Þetta var ekki þannig, menn byrjuðu með kassagítarinn, sko. Þetta er ekki alveg sama tötsið, það er náttúrulega meira, skilur, þetta er náttúrulega þægilegt. Ég pæli svo að ég á hellingakoilvélum, skilur, eldgömlu vélum sem ég nota ekkert, skilur. En það er svo þægilegt að bara, maður þarf að nostra miklu meira og ætlar að en þetta er handverk, þetta er list, þú veist, og það kemur svolítið og það, þú veist, að maður heyri það, þú veist, að þessi var með mélina svona stilta og þessi gerði svona við og þá náðan að gera þetta í dag, er þetta bara 1, 2, 3, þú veist, play og komið, sko. Ekki það, ég er mjög þakklátt fyrir þetta single use dót, sko, maður ekki að vera langt fram á nóttu að kláfa, gera eitthvað túpur og eitthvað og stinga sig á. Ég er þakklátt fyrir það, sko. Það er ekki það sem ég er að tala, sko. Ég er bara að tala um þetta gamla handverk, það er svolítið að, þú veist, ég svo sem veit ekki, en flesti flúrar sem að flúra í dag er ekki með þetta gamla handverk í huga, sko. Það kemur alltaf iPadinum og allt svona. Það er samt gott að þekka söguna. Þetta er að deyja mikið út, sko, en það er alltaf einhverjur sem er rosa harða. Að sökva sér í söguna, þú veist, hvaðan kemur þetta, af hverju var þetta, þú veist, og svo eins og ég segi, fólk sem leita sér að myndum, farið í bækurnar.